Birgir, já, þú varst nú ekkert par hrifin af þessari atkvæðagreiðslu. Hvernig líst þér á þessar fyrstu tölu? Eina sem við vitum auðvitað á þessari stundu það að kjörsókn frekar dræm ef við miðum við kosningar sem farið hafa fram hér á Íslandi síðustu árin. Við höfum séð kosningaþátttöku í þjóðaratkvæðagreiðslum 62% 2010, 70% eða yfir það 2011 og í almennum kosningum þá erum við Íslendingar yfirleitt mjög tilbúnir að greiða atkvæði. Við erum að kjósa allt upp í 85% í alþingiskosningum, þannig að innan við 50% kjörsókn þetta mjög lítið. Eina kosningin sem fer undir þetta kosningin til stjórnlagaþings 2010. Þannig að þetta auðvitað það eina sem við vitum í dag, eða á þessari stundu. Ég held að þær tölur sem við höfum séð úr einstökum kjördæmum einstakar spurningar, það sé oft nefnt að tjá sig þær. Það kemur kannski ekkert á óvart að já-hliðin svona stærri í flestum tilvikum, vegna þess að spurningarnar voru það almennt orðaðar að afar margir allavega gátu fellt sig við þær þó að menn kunni að hafa mismunandi hugmyndir útfærslurnar. Varðandi það aftur sem ég álít að sé auðvitað megin spurningin í þessu sem spurningin númer 1, hvort að fólk vilji að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar að frumvarpi að nýrri stjórnarskrá, þá kemur það mér í sjálfu sér ekki á óvart að já-hliðin sé sterkari vegna þess að það hefur auðvitað verið miklu meiri hvati fyrir þá sem styðja þessar tillögur að koma á kjörstað og greiða atkvæði heldur en aðra. Þeir sem hafa verið neikvæðir í garð þessarar kosningar, neikvæðir í garð þessa ferils, þeir hafðu í rauninni tvo kosti, annaðhvort að sitja heima eða segja nei. Þannig að það kemur ekki óvart að já-hliðin sé sterkari í þessu og ef þessar tölur eru eitthvað til að taka mark á, þá má segja að þeir af kjörskrá sem styðja tillögur stjórnlagaráðs séu svona rétt rúmur þriðjungur. Nú erum við komið með tölur úr Reykjavíkurkjördæminu báðum, afgerandi já við fyrstu spurningunni. Birgir, horfir þetta ekki aðeins öðruvísi við núna? Ekki í sjálfu sér vegna þess að við erum að tala í úrslitum miðað við þetta að það eru svona cirka 2/3 sem styðja tillögur stjórnlagaráðs og 1/3 sem á móti, en kjörsókn rétt 50%. Hún greinilega mest hérna á höfuðborgarsvæðinu, minni út á landi, og það sem mér finnst að við þurfum að velta fyrir okkur, hvers vegna helmingur kjósenda í landinu situr heima þegar að atkvæði eru greidd með þessum hætti, sérstaklega í ljósi þess að það hafa ekki verið höfð upp í lítil orðum mikilvægi þessarar kosningar og allir hafa hvatt til þátttöku. Allir stjórnmálamenn hafa hvatt til þessarar þátttöku, fjölmiðlar hafa hvatt til hennar og aðrir sem það hafa fjallað. Þannig að við hljótum að velta því fyrir okkur af hverju helmingur þjóðarinnar situr heima. Katrín, veltir því fyrir þér? Já, en ég velti líka fyrir mér á hvaða punkti hann myndi hætta að segja þetta, því að þú hækkaði þetta allt í 10% og hann var nákvæmlega sömu ræðu.